I feel so close to you right now. Æ, herðu, býtu, ég verð að slökkva eins og hérna. Ég verð að skýta á mig. Herðu, já, FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan miðvikudaginn og hann mættu til minni hérna, hann Pétur Jóhann Sigfússon. Já, góðan og blessaðan daginn. Þetta nú hér, já, svona næstu vikur verður þú með mér á miðvikudaginn, Pétur? Já, það er rétt hjá þér auðvitað og mér langar að nota tækifæri og segja bara takk fyrir mig. Já, þakka þér. Þakka þér. Já, það er bara ánægilegt. Alla miðvikudag. Já. Breytist það ekkert? Nei, er það pottjætt? Já, nú er það gestastjórnundur á föstudögum, þannig að þú ert bara með fastan miðvikudag. Þannig að ég er með fastan miðvikudag og það er miðvikudag í dag og svo, þá miðvikudaginn aftur eftir viku, eða ekki? Það er hárið eftir þér. Svo koma jólin, þannig að þá er ég ekki. Nei, smá frí á milli jól og nýja og svo bara sé ég aftur í janúar. Á nýja árinu. Já, akkurat. Gætu við farið yfir hvaða dagsetning er á miðvikudaginn um fyrstu vikuna í janúar? Nei, ég bara... Ætli þetta sé ekki 4. janúar? Ekki hugmynd. Ég hef ná í dagbókina mína. Fyrst í janúar held ég sunnudagur. Æ, það er ekkert að gera hjá mér, ég ætti að geta þetta. Þú ert reyndar nýbúin að eignast barn, ertu ekki alltaf bara með krakkanum? Jó, mikill tími sem það fyrir það maður. Já, eina sem ég spáði hérna... Ekki það er ekkert fyrir honum að hafa, sko, ég veist bara gaman að hanga með honum. Já, hann ætlaði að láta hann skýra sig sjálfur, eða hvað er að frétta? Nei, það er búið að skýra hann. Nú? Já, kallið minn, hann heiti Jóhann Berg. Hefur þakkaði fyrir boðið í það? Ég veist ekki svona héti Jóhann Berg. Án gríns, þú ert að segja mér það núna bara í beinni. Í alvöru? Kannski ekki sendt mér SMS eða eitthvað? Nei, ég glemdi. Já, takk fyrir það. Já, ekkert mál. Bara minnsta máli mér. Þannig að Jóhann Berg Pétursson. Já, kallið minn. Í alvöru, vissir þetta ekki? Ég get svo svarað það. Hversu dabrið það? Bölva klúður það maður. Ég bara, mér langar að nota takkjóður og beðast afsökunar á þessu. Já, eitt SMS eða ekki dreipið kallinn, sko. Fyrir mína hönd og fjölskyldum minni, þá bara fyrst ég þig. Við höfum blandað afsökunar og ég hef ekki... Ég lifi þetta. Það er þannig með börn félaga minna, sko. Ég nenni ekki að skipta mér að þessu fyrir að byrja að tala, þannig að Já, er það? Nei, auðvitað ekki, menn það er alltaf gaman að koma sér fallið börn og svona. Já, gaman að falla með börnum. Börnum. Mér finnst skemmtilegt, sko, þegar, eins og ég segi, þegar við byrja að tala og labba og svona, þannig að þá er ég duglegur að koma í heimsókn. Já, ég bara hlakka til. Vonandi fer hann að tala bara sem fyrst. En það er góður knattspyrnumaður hérna á Íslandi sem heitir Jóhann Berg. Já, ég veit það, ég skýri huga hann, nánast. Já, nánast. Já, ég ætla bara hérna... Hann er í íslenska landsliðinu. Já, það er eitthvað sem segir mér, sko, ef að krakkinn fær þína íþróttahæfileika, þá er hann ekki að fara að feta í fótspor Jóhanns Berg hins vegar. Já, við getum orðað að þannig að öll stærstu liðin í Evrópu eru búin að hafa samband við mig. Vilja fá hann snemma. Chelsea, United, Liverpool, Arsenal, allt þetta, Barcelona, Real Madrid. Já, bara út á íþróttahæfileika þína? Nei, þeir vilja bara byrja, þú veist... Þetta snýst allt hvernig þú byrjar. Þetta byrjaði ekki á réttum enda hjá mér. Nei. Skilur mig, ég var reynd alveg. Ég var í svona íþrótum og svona. Varstu að stunda íþrótum? Varstu að æfa íþrótum? Já, ég æfiði fótbolta og svona. Þú veist, og síðan bara flosna upp úr því. Það var að meðal annars að ég fór að fá, ég fekk alveg svakalega snemma hár á líkamann. Já, og þurftur að hætti fótbolta þetta hárum á líkamann? Nei, ég hætti ekkit út af því, en menn fóru, þú veist, og ég lét það á þeim tíma fyrir brjóstið á mér, að menn voru að svona hnýta í mig með það, sko. Hvað, þetta farin að raka þig? Og ég verið, nei, jú, ég sé það alveg, þú byrjar að raka þig. Býtu, ertu komið með háran að mig það? Og eitthvað svona, og maður bara, nei, og maður lappaði með frá mig. Hvaða einstaklingur sem var með þér í bekkur og 11-12 ára kallaði þetta nammið á þér? Jú, þetta var svona. Alveg upp í Garðabænum. Ertu komið með hára á nammið? Já, eitthvað svona, ég man ekki hvað menn kölluði þetta. Nei, vonandi ekki nammið samt. Já, nema hvað til að gera langa sögust þetta, þá bakkaði maður bara út úr þessu. Ég bara ákvaði að vera bara, maður láta bara vaksa hára á líkamann minn einn heima bara einhvers staðar. Og fékkst líka ákvað að snemma bæði á stelpum og bílum? Já, jú, fyrir þetta. Þannig að þú hafðir engan tíma, þú veikst allavega að stemma áhuga á bílum, en þú var engan tíma í íþróttir. Og ekki stelpur heldur. Nei, ekki fyrir varst þú 20 eða ekki? Nei, ég bara hef engan tíma í kvenfólk. Nei, hvorki þján ég í dag. Nei, sem var synd fyrir kvenfólkið, maður. Já, það er rétt í öðru tím. Það er synd fyrir kvenfólkið. En herðu, það er eins og stútfullið þáttur af FM 95 Blöð í dag. Stútfullið þáttur, já. Og hún Birgitta Haugdal, vinkon okkar Péturs, kemur hérna eftir í gott spjall og Pétur ætlar einmitt út með hana í hangi fyrir horni, þannig að það verður stemming. Já, það verður stemming, rétt í öðru tím og ég hlakka mikið til að takast á við það verkefni með henni. Já. Nú, það er ekki allt. Við ætlum að kíkja hér á íþróttir og fréttir og veður og fleira skemmtilegt. Nú ásamt í sem að við munum ryðja út hér vinningum sem eru nú ekkert að lagara það í nöti. Ætlar að fara yfir það með okkur?
ég bara veit ekki hvað maður var að gefa. Takk fyrir það, Auðun Blöndal. Við áður lengra en haldið skulum við kíkja á næsta lag sem nú ekkert að laga að daginu, eða? Nei, það rétt, Pétur. Þetta eitt allra besta jólalagið sem Þetta meistari John Lennon. Jólin að koma, gott fólk. Já, ég ekki frá því að þetta sé eitt besta jólalagið á stöðinni. Þetta John Lennon og Merry Christmas, War is Over. Þetta kemur manni í jólaskapu. Já, það hárrétt hér og ég líka bara gott hérna að hafa svona jólalög hérna inn á milli því að það styttist í jólablöð. Það ekki langt í hann. Jólablöð? Já, það er ég þegar ég komin í jólaskap. Getum ekki beðið? Ég með jólablöð og janúarblöð. Þú ert svona jólastrákur? Ég mikið jólabann, alveg svo ég mikið ammælisbann. Þú þekkir það er nú ekki beint bann lengur, sko. Nei, sem enda, þú veist, það er sorglegt að maður skulle kalla sig krakkaða bann eða það en. Já, þú er jólamaður. Ég er jólamaður. Já, kaflóðun og fúlskeggjaður. Það hljómar samt bara eitthvað ógeðslega bara. Já, jólamaður. Sem þú ert. Þakka þér fyrir þig. Nei, ég ætla ekki að vera þessi gæi í dagmar. Nei, það er hérna, það er FNÍ Humblöð og Pétur Jón Sigfússon er hérna með mér í stúdíu. Pétur Jóhann og við hérna, herru, það er komið nýtt. Ég lét alla sem sagt taka hressu innkomin á sínu tíma. Hjöppi er búinn að taka hana, Sveppi er búinn að taka Björn Bragi og Pétur Jóhann og Egill. Þannig en nú eru komna nýja reglur sem að þú startar í dag, svo þá Hjöppi að gera það á morgun. Já. Það er sem sagt hressa innkoman. Hvernig kemst ég á netið hérna, maður? Ég veit það ekki, Pétur. Af hverju það er Íttu bara bláa takan hérna, internet. Eða Google Chrome. Nei, það er svona password hérna. Já, ok. Akkur, þú veist, ef ég á að fara, þú veist, að vera með svona, þú veist, ég verð að komast á netið til að geta talað eitthvað. Ég tala eitthvað annað, maður. Já, þú verður bara að finna þér eitthvað. Ok, sem sagt reglurnar eru þannig að þetta er hressa innkoman en hann verður að tala á ensku í mínútu. Hrikalega hress. Ertu tilbúin? Nei, á ensku? Já, í einu mínútu. Hvað, síðan hvernig breyttust reglurnar? Herru, það er bara, þetta er ný leikur sem var að hefjast hérna þennan miðvikudaginn. Já, frábært, yndislegt, gaman að því. Og ég er tilbúin. Það er nú fáir á Íslandi jafn góður og þú í ensku. Nei, það er ekki rétt jöður. Ertu tilbúin? Já. Þetta er mínúta og ég veit að þetta er rosalega langt en þú verður bara að þrauka. Þetta er svakalega langt, af hverju með þetta mínútum maður? Það er að því að það gerir þetta skemmtilega. Ok, ég ætla að reyna ég ætla að setja á hendina svona, Ok, hressa innkoman á ensku í mínútu, Pétur Jóhann, 1, 2 og byrja. Yeah, that was a great song by Justin Timberlake. My name is Peter Johan. This is FM 95.7 and there's a funny thing you were mentioning. No, yeah. So, yeah, let's look at the weather. The weather is good. We got the sun is shining and all the grass is green under the snow. So, no worries, good people. This is FM 95.7. Peter Johan. Now, let's take a look at the news. We got the news. There's nothing in the news. We don't have any time to read the news, but the sports section. We have sports. Yeah, the football hooligans we have. So they won 1-0. That's a good thing. So we listen to the next song. It's a good song. I'll tell you once a time. Yeah. So listen to. Þetta er ríkalegt. Ég veit ekki eins og hvað ég á að tala. Ég hef ekki neitt að tala hérna, maður. Það er svo getur ekki bulla eitthvað til að tala. Það kom ekki eitt ennst orð úr þér síðustu 20 sekúndur. Það var bara Já, hvað átti ég að segja, maður? Eitthvað football hooligans 1-0. Þú veist ekki svona hvað lið voru að spila. Hvað er ennst orð? Football hooligans. Þetta átti þetta ekki að vera hressa innkoma. Jó, en þú stóðstu vel. En ég menna, þú veist oft er að ég hlusta útvarp í útlöndum þá skil ég ekki orða þess að ég segja. Já, en ég var enda mjög ánægð með Peter Johan 95.7. 95, the phone number is 511-0957. Please call us and we'll send you an email. And for you guys all out there driving, drive carefully, just for us. Já, wow, ok, ert þú að fara núna að gera þetta? Nei, ég ætla að taka á föstudaginn. Á föstudaginn? Já, nú veist það, ég ætla ekki núna eða? Ég held að þetta væri keppni, þú ættir að koma á eftir mig og gera. Ok. Hvaða fratáttur er þetta? Þetta er ekki hvað er að draga manni hér í? Herri, ég skal taka þetta bara. Það þarf að gera strax eða? Ok, og henda einu lagi og ég tekka svo kemur Birgitta Haugdal og svo líka mjög skemmtilegt símtal við Pétur, gerðum svona smá at í lögguna á hann. Við heyrðum það betur hér á eftir. En nú ætlum að fá hérna Þórunn Antoníu Too Late, svo skal ég taka hressinkomuna. Ég ætla aðeins að hugsa hana. Er það ekki bara sangjandi eða? Jú, mjög svo. Ok, þetta var fínt þess að. Já, takk fyrir það. Þetta var Þórunn Antoníu hér í FM 95 Blöð. Já, með lagið Too Late. Það er rétt hjá henni, það er of seint. Þetta er orðið of seint. Já,
Blöndal, þú átt að taka hérna svona hressakynningu og þú átt að gera það á ensku. Já. Og ég ætla eitthvað að fara að væla. Nú, vælið við hverju? Bara þú hefur komið aftan að mér og svona. Ég hef komið aftan að þér? Já, með að segja þetta bara núna, ég ætla að vera á ensku og ég komst ekkert á neti og ég vissi ekkert hvað ég ætla að segja, sko. Já, en ég ætla ekki að væla yfir þessu. Nei, ég satt ekki með neti fyrir saman með hérna heldur. Nú, þú ert með 4 tölvuskjái. Já, ég veist það. Er það bara allt saman eitthvað sem er að koma? Ég skal bara standa upp og ekki nota hendurnar. Það er, Pétur, það er ekki eins og ég sé að fara að gera þetta eitthvað mikið betur en þú. Og ekki bara væla áður en ég geri. Nei, ég veit það, ég sagði það, ég ætla ekki að væla yfir. Sérðu núna, ég er staðinu upp. Ég er búinn að taka það tilbaka. Já, ég er ekkert að fara á netið, ég er staðinu. Ok, þú ert með tímann. Ég er með tímann og... Segðu þetta ég að byrja. Þannig að allt á ensku og 1 mínúta. En ennast rétt upp hönd og sér það 10 sekúndur eftir. Já, ég geri það. 1, 2 og byrja. Yeah, this is Audi Blondell here on FM 95.7. You guys are listening to FM Blondell, and Peter Johansson Fusion, my friend, is here with me, and we're having a hell of a time. We don't care how cold it is. It's hot in our studio. Yeah, you know that's what I'm true. talking about. Yeah, that's true, Audi. True. Mér fannst þú að tala við mig, maður. Ég var að segja að væri bara... Já, halda áfram, maður. Yeah, that's my good friend over there, Peter Johansson Fusion. He doesn't know what he's talking about, so he just came into my mind. I like the weather outside. I don't care if it's cold. Isn't everybody having a good time? And Sorry, man. Sorry. Everybody having a good time, and the Christmas is coming up. I don't know what you guys want for Christmas. I just want, joy and happiness and Christmas. Yeah, Christmas. Just have a hell of a time. That's what I want for Christmas. I mean, hey, I don't have to worry about shit. Got the Christmas coming, son. Christmas. Ok, ég veit ekki, þetta viðbjóðslega rutt. Nei, þetta var bara mjög flott hjá þér. Nú ætlum við að taka hérna síma og sjó. Nú ætlum við að dæma og fá fólk til að dæma. Þetta var flottara hjá þetta blöðu. Herðu, nú viltu taka síma því þú heyrðir að mitt var ógæslegt. Þú varst ekki viss áðan hvort þú vildi taka það. Nei, það er ekki þannig með. Nei, alls ekki. En það er pínu svindli gangið því að þú talaðir inn í mitt á fullu. Já, ég held þú væri að tala við mig. Ok, skulum aðtöða þetta. Fannst þau my good friend Peter Johan. Ok, fyrstu til að fá 2 atkvæði vinnur, ok? Já. FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég er með 1. Já. Hver? Ég get sagt að það er Auddi. Það er Auddi. Þekkið þig, maður. Ok. Hvað heitir þú, meistari? Ég heiti Elvar, ég var þarna áðan í Sandgerðisskóla. Snillingur, takk fyrir að ringja og ég er ánægð með atkvæðið þitt. Ég hef komið til Sandgerði. Góður, Elvar, góður. Sjáumst, gamli. Bye. Okay, bye. Það er 1-0, ef ég fæ næst atkvæðið er ég búin að vinna þetta. Já, ég gerir mig grein fyrir. FN95 blöð, góðan daginn. Kann að telja, sko. FM. Halló, góða kvöldi. það er Auddi. Það var Auddi, herðu, þetta er svo þarna þekki ég hlustendur. Er hún ennþá á línunni? Já, hún er á línunni. Af hverju, hvað fannst þið betra á honum heldur en mér? Hann bara talaði meira, hann var ekki að bylla. Já, meira sexy, var það? Meira sexy. Var það, fannst þér hann meira sexy, já? Nei, ég sagði það allavega ennsk orð, Pétur, þú varst bara eitthvað Já, ég veit að ég misskildi konseptið. Já, herrum, takk aðeins Ekki mál, það er flott. Ekki máli. Ég ætla að gefa reitt séns þetta, Pétur, sjá hvað þú fá reitt atkvæði. Nei, ég vil ekki neina séns. FN95 blöð, góðan daginn. Ég vil engan séns. Góðan daginn, ég segi Pétur Jóhann. Ok, takk aðeins það. Með þessum orðum getum við farið í auglýsingar, það fór 2-1, það er svo orðgleiti, 2-0 bara. Förum upp í 5. Nei, djók. Átt þú þér uppáhalds jólalag? Jólalistinn verður á Stöð 2 laugardaginn 17. desember klukkan 17:25. Við ætlum að finna 20 bestu jólalögin. Greiddu þitt atkvæði inn á vísir.is/jólalistinn. Þitt atkvæði skiptir öllu máli. Jólalistinn á Stöð 2 laugardaginn 17. desember. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Topshop Smáralind, Samsung Galaxy Ace og Galaxy Mini snjallsíma frá Samsung, jólaþrennan frá Hapaþrennunni, færð þú þann stóra í vinning. Gjafabréf frá Orablú sokkaböksum, TG hárvörupakki frá Bedhead, bæði fyrir stelpur og stráka. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils malt og appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Naturfrisk Engifjöröl. Gleðilegur jóladrykkur. Ekki gleyma yngstu kynslóðin í jólastressinu. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Hamborgarabúla Tómasar.
Hamborgar í hádeginu, steikborgar á kvöldin, hamborgaraból á Tómasar. Ef jólagjöfin kemur frá Jóa útherja, þá pakkin mjúkur pakki eða harður pakki. Allavega stórkostleg gjöf í alla staði. Hó, 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 hó. Jói útherji Ármúla, jóiútherji.is. Records kynir Jólaplögg Records á NASA föstudagskvöldið 16. desember. Vegleg tónleikaveisla með Of Monsters and Men, Agent Fresco, Sigur, Locker B og Orphic Oxtra. 51 sem mæta fá glaðning frá Bífíster. Forsala miða hafin á miði.is og miðað aðeins 1500 krónur í forsölu. 3,15 miljardar. Hversu stór getur einn pottur eiginlega orðið? Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Takeaway tilboð La Luna. 2 12-tómur af matseli og 2 lítrar af Pepsi. Aðeins 2.990 krónur. La Luna Trattoria Pizzeria. Rauðarastíg 37. Í kvöld Party Bingo á Simpson. Já, ég sagði Party Bingo. Fullt af vinningum sem selja þostan og þú getur einnig unnið ferð til Evrópu. Tuborg og Simpson. Gítarar, hljómborð, trommur, upptökubúnaður, píanó, strengja og blástusljóðfæri. Eitt mesta úrval landsins af hljóðfærum og hljóðbúnaði. Hljóðfærahúsið Tónabúðin 7/20 og Sunnuhlíð Akureyri. Hljóðfærahúsið.is. Dílar.is í dag. Konunglegur hambúrgari með frönskum og bjór eða gósi hjá Kónginum Sportbar á aðeins 990 í stað 2250. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Heldur grænt og legur á nefnar. Fór. Já. Þetta Anna orða á rassinaður. Afturundi. Já, glæsilega. Þetta í skólastofum og þú með svona hvítt til að skrifa á þetta. Tefla. Já, og það sem að nota til að skrifa. Krít. Hann staðlir í. Fjölskyldu alias fæst í Netto. Ert þú í vafa hvað átt að gefa í jólagjöf? Gefðu skemmtilega gjöf. Gefðu gjafabréf á English Pub og þú færð vini þína til að brosa. English Pub, Reykjavík og Hafnarfirði. FM 95 Blö í boði. Á hverjum degi til jóla fær einn heppinn viðskiptavinur Kredía-lána sitt fellt niður. 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkerol slættir úr körulunum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Já, þið erum að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og já, við Pétur erum konið með góðan gest hérna í stúdíóið. Já. Þetta vinkon okkar Birgitta Haugdal, verður velkomin. Takk fyrir, gaman að sjá okkur strákar. Já, náttúrulega við hitt þið maður. Já. Hvað að frétta af Birgitta Haugdal? Heyrðu, bara ljómandi gott. Það ekki? Býrðu það á Íslandi? Ég nokkuð annað, nei, ég er búsett í Barcelona en verð hérna við jólin. Já, ok. Barcelona. Já, náttúrulega maðurinn að spila fótbolta þar, eða ekki? Jú. Er hann með? Já, elskar. Hvað hann? Xavi? Nei, Xavi. Hvað kallar hann að segja? Ég vildi óska þess ég þekkti eitthvað Barcelona nafn núna. Hefur ekki farið á leika það neitt? Nei, ég hef ekki farið ennþá. Nei, ok. Hvað ertu að brasa þannig? Heyrðu, maðurinn minn í skóla. Já. Hann í NBA námi og... Þeim vitlisingum? Já. Og hvað fyrir skóla? En NBA-deildin einhvern veginn alveg dottinn út. NBA? Já. Hann að reyna að komast í koruna? Hann að reyna það, sko. Já, það vonlust. Það? Það allir í verkfalli þarna. Í Barcelona? Nei, í Bandaríkunum. Já, ég þarf að segja hann það. Já. Hann í NBA? Já, ok. Já, ég er að lesa þau. Grín í grín. Já, við skulum ekki tröpa. Hann í skóla, já. Hvað hann að læra? MBA, sem sagt Master of Business and Administration. Þetta er viðskiptanám. Ok, viðskiptanám. Já. Þannig að ég er náttúrulega bara svolítið að elta hann. Styðja hann í þessu og fara með honum, en eftir áramótin ætla ég mér að fara í spænskunám og jafnvel eitthvað tónlistarnám. Ok, en svona, hvernig er típisku dagur hjá þér í Barcelona? Sko, síðustu mánuðir þá hef ég náttúrulega verið að klára plötuna mína og hef ansi mikið verið að flakka á milli Barcelona og Ísland, sko. Já. Þannig að ég hef mikið verið að vinna heima og flakka hingað, en síðan hef maður búin að reyna að koma okkur fyrir og við erum með lítinn gutta sem maður hefur líka þurft að koma fyrir og koma í skóla og svona.
Víkingur. Þannig að engin dagur eins og er. Ok. En hérna, já, þú varst hérna að gefa út plötuna Straumar. Já. Er eitthvað sem þú getur sagt okkur með hana? Er þetta popplata, er þetta rólegplata eða? Þetta er rólegplata. Ok, En þetta er svona popplata. kósí eitthvað? Já, þetta er svona rólegt pop. Þetta eru svona kraftballuður eins og ég kýs að kalla þér. Samt er hann á Spáni? Nei. Nei, þú samt er hann hérna? Nei, já. Það varstu í rauðvínsglasi eða svona varstu drukkinn þegar þú varst að sem? Var í drukkin. Er eitthvað laga sem samt er full? Varstu ekki blind full eitthvað svona í einhverju stúdíu? Voru ég allan að rukka í næsta lag. Ekkert svolítið. Ég nú eina af þeim, ekki það, ég nýta Ertu að blauta og varst alltaf Birgitta? Ég maður að pottu í það rann maður sér þetta verið þegar Spáni bara svona nú bara rauðvínsglas og María, Borges. Nú vona ég svo innilega að séu engin börn að hlusta. Nei, það hlust engin börn að þannig. María. Nei, ok. Nei, voðalega lítið, en ég nýtist þó að fá mér kampavínsglas við og við, sko, ég segi það nú ekki, sko. Já. En þú ert ekkert að semja í glasi, en núna ánalsgríns, að því að þú hugsaði þenni svo út í Rolling Stones og Beatlan og alla, þá er þetta menn sem á sami, sko, sín bestu lög, þegar þeir vissi ekki hvað ég hétu. Já. Svona líka við. Það er þess vegna sem að mér langaði svolítið að krifja þig með þetta. Í hvað ástand ertu þegar þú ert að semja músíkina? Ég er eina af þeim að ef ég fæ mér eitt hvítvínsglas, þá verð ég svo ramfölsk. Og bara, já, freka kærlaus, þannig ég gæti ekki gert neitt þá. Þú ert ekki að semja músíkina? Hann er, hvað heitir strákur þinn? Víkingur. Þessi strákur? Víkingur? Ekki. Hvað heitir þau? Hann heiti Víkingur Brynjar. Feiminn. Hann var búinn að æfa sig í bílnum, hann ætlaði sko að segja ég heiti Víkingur Brynjar Jólasveinn. Viltu ekki segja það í útvarpi? Viltu segja hérna mig? Einhver sviðstrekkur í stráknum? Nei, hann vill ekki. En hvað hérna, og svo ferðu bara til Barcelona aftur, hvað, bara í janúar eða? Já, ég verð hérna fram í janúar þar sem ég er að klára annað verkefni. Ég þarf að fylgja eftir plötunni og síðan er ég að taka upp ásamt öðrum barnaþætti. Já, ok. Það er verið að gera framhaldsþætti fyrir Stöð 2 ég held, sem er mjög spennandi. Þú ert ekki að vera í samkeppni og sveppa það? Nei, og ég er ekki að gera þetta, ég er bara leikari, en þetta er ekki mitt verkefni. Nei, ok. Af því að þú væri að fara í keppni í sveppin, þá þurftu við Pétur að henda þér einn út. Já, það er mjög illa liðið þú væri að fara í samkeppni í sveppin, sko. Ég myndi pottits, ég tapar fyrir svepp. Nei, það er nefnilega heila málið, sko. Herru, ég var að spá að henda hérna á einu jólalagi með Smashing Pumpkins. Taka svo Birgittu Haugdal í hraðaspurningar og svo ætli þið í Honk If You're Horny. Honk If You're Horny. Það hljómar eitthvað svæsi. Já, sko, þú og Pétur Jóhann eru að fara í Honk If You're Horny saman. Ég ætla ekki að segja meira út á hvað það gengur. Ég myndi skilja Víking eftir bara hér. Nei, tjók. Hann þarf að sjá þetta einhvern tímann. Já, frábært lag hér á ferðinni með Metallica. Nei, þetta er Smashing Pumpkins. Já, ég myndi það. Smashing Pumpkins og frábært lag. Já, ég ætlaði bara að giska, sko. Skiptir ekki öllu, hún er ennþá hérna hjá okkur, hún Birgitta Haugdal, virkilega ánægileg að hafa hérna. Sko, þegar sonuðin heldur á bjöllinu, þá er eins og þess að fólk sé að hlusta magasín, morgunþáttinn okkar. Það er bara ding, ding, ding. Já. En þetta er sem sagt... Það er ekki bara skemmtilegt. Mjög kósí. Það er bara bestamál. Þá er líka fólk úti núna í umferðin sem að rugglast. Býtu, er ég að hlusta á magasín? Hvað er klukkan? Ég er hann alltaf seitt. Hann er líka svo glaður með bjölluna, þannig að bara þetta er fínt. Skulum bara ekkert vera að taka hann á hann. Þetta er bestamál. Já. En herðu, áður að þið Birgitta farið í Honk If You're Horny, og þá ætlum við að hendinni í hraðaspurningar. Já. Birgitta, þetta eru reglur sem þú ættir að þekkja. Það er ekki hægt að svara rétt og ekki hægt að svara vitlaust. Þú ert bara að hreinsa hugan og segja það fyrsta sem þetta er í hug. Allt í lagi. Þannig að þú mátt ekki hugsa svo lengi, þú ert bara að segja það fyrsta sem poppar í hausunar. Ok, Víkingur, ef það kemur eitthvað dörti spurning, þá hringir þú bara bjöllunni. Það er aldrei dörti. Það er að síðast það sem ég myndi gera, ég vaksin upp úr því. Já. Ertu tilbúin? Já. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma? Bara, dömynda mér. Besta hljómsveit allra tíma? Írafár. Hvað kveikir í þér? Maðurinn minn. Besta liðið í ensku? Liverpool. Í hverju sefuru? Misjamt. Hvað fyrir mest í taugarnar þér? Maðurinn. Hvað fyrir mest í taugarnar? Hvað kom fyrst í hugan? Flugvélar. Flugvélamatur. Falskt fólk. Falskt fólk. Hefurðu farið í bað með bróðinum? Já. Nýlega? Nei. Hefurðu lamið eitthvað? Já, ábyggilega. Hvað drekkur á djaminu? Hvítvín, kampavín, bara eitthvað gott. Fallegasti maður fyrir utan maka? Pabbi. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýr eru fyrir valinu? Hvist það spurningin þetta? Ef að fjölskyldan er í haldi og yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýr eru fyrir valinu?
Já, það er pottþétt páfagaukur. Páfagaukur, já. Ég fór að sjá þetta fyrir mér, það er ekki fallegt. Hvað viltu í jólagjöf? Bara eitthvað. Glingur, ég er svo mikið ljón. Eitthvað sem glansar. Já, leður eða latex? Leður. Uppáhaldsnammi? Súkkulaði. Hefurðu verið séð og heyrt stúlkan? Nei, ég man nú ekki eftir því. Æ, ég ákvað, þetta er leiðilegt. Já, þetta var óþokka spurning. Já, ég veit það. Hún hefur verið, þú veist. Já, sko, Birgitta hefur held ég aldrei verið að breiða mig og hún kom eins og í þáttinu okkar hérna strákarnir og ég var búinn að finna myndina á henni. Eigum við ekki bara að ræða þetta Ringja það aðeins. Minnast á þetta, reynum við þetta aðeins. Nei, ok, ég ætla ekki að tala leitt og síðan heyrstúkan. Ef við förum að yfir þetta. Hvenær var þetta? 2008? Nei, djók. 95 eða eitthvað. Já, að lengra síðan, já. Hvað er það í döður ég skildi spyrja? Bara, ef eitthvað fyrir töðunar á mér, það var það hérna, fólk sem minnist á þetta og söngkeppni framhaldsskólana. Já, söngkeppni framhaldsskólana. Þetta er eitthvað tvennt sem ég væri til að gleyma í mínu lífi. Já, ok, en það er nefnir en söngkeppni framhaldsskóla, það er nú ekkert eitthvað svona eins og að vera að séð á heyrstúlkan, eða? Fyrir alveg eftir hvernig þú stendur þig. Já, ok, ég ert að finna lagið með þér einhvern tíma. Já, en erum við ekki með það? Jú, ég er með það, hérna, við ætlum að spila það, beint á YouTube. Nei, herðu, við förum að segja þetta, Pétur, hérna, besta lið ensku, Liverpool, fylgist eitthvað með boltanum með það? Nei, ég gerði það nú ekki, en hérna, bróðir minn hélt alltaf upp á Liverpool, þannig að ég bara ákvað það sem lítið stúlka að gera það líka. Já, þú sagðist að hafa lamið eitthvað sennilega. Ábyggilega. Ég, þú veist, bara eitthvað sem lítill krakki eða... Já, það er ekkert eitthvað til Barcelona eitthvað. Nei, ég nú ábyggilega bankaði því einhvern tímann eða þú verið að rífa kæft og eitthvað svona. Já, eitthvað svona bankur, þú mannst ekki eftir að lenda í slagsmál? Nei. Hefur þú lent í slagsmálum, Pétur? Nei, ég held ég geti bara algjörlega svarað fyrir það, ég held ég hafi aldrei lent í slagsmálum. En ástæðan, þú veist, en tókst það svona eftir, ég spurði hvort þú var einhvern tímann lent í slagsmálum, ég sagði ekki, hefur þú lamið eitthvað, því að ég þurfti ekkert að spyrja. Já, það er svona hæpið. Nei, bara hvorugt, ég man ekki til þess að ég hafa lent í slíku. Nei, og þú vildir jólagjöf, það er bara eitthvað glingur ef að kallinn er að hlusta. Það er ekkert eitthvað svona efst á jólalistanum? Nei, það er nú ekki. Ég er bara voða kátt með hvað sem er, Ég er rosa mikið ljón, þannig að, Kallinn veður í sælum, eða ekki? Já, hann ekki nógan peningstrákur? Já. Það má bara vera glansmynd, sko. Já, en Birgitta, þú verður að setja standardinn hærra, sko. Kallinn á nóasælum, segðu bara, heyrðu, ég vil bara fá armband frá Gucci maður eða eitthvað svona. Armband frá Gucci? Já, segðu bara eitthvað. Segðu það sem langar í. Ég þarf að finna eitthvað svona hreint. Ég sé á þér að þú ert eitthvað að hugsa. Já. En þú segir líka hérna, ég er svo mikið ljón. Ertu öll í þess eitthvað stjörnumerki? Nei, ég er það nú ekki, en ég er að vísu bara típískt ljón. Ef ég les stjörnumerki ljón, þá bara það lýsir mér algjörlega. Hvað ert þú, Pétur? Ég? Já. Í stjörnumerki? Naut. Naut. Þú sér það bara þegar horfur. Það er svo mikið naut, Pétur. Nei, ég veit ekki hvað stendur nautir, sko. Já, kannski bólurinn sem ég fór í. Fór í eina ból í morgun, þetta var skyndi ákvörðun en hann er svakalega mikið naut. Þetta er rosalegt naut þessi ból. Við ætlum að fá hérna Paradise með Coldplay og svo eru Pétur Jóhann og Birgitta Haugdal á leiðinni í Hang If You're Horny. Þau eru á leiðinni hérna út á Miklabraut. Þannig að þið sem eru að keyra á Miklabrautinu eftir, þið eiga öll að flauta ef þið sjáuð og Sigurjón Kjartansson hefur gefið okkur leyfi fyrir þessu. Já, ef þau eru til í tuski, sko, þá á að flauta, sko. Herðu, til í tuski þá með okkur, eða hvað? Já, bara yfir hug. Nei, þetta er meira bara ef þið eru að hlusta, þá flautið. Sigurjón sagði að það verið reglan, sko. Já, við skulum hafa það þannig. Sigurjón hafa, já. Herðu, bara út á Miklabrautinu ykkur. Þetta eru strákarnir í Coldplay en það er hins vegar komið að dagskrárlið sem heitir Hang If You're Horny og þetta er liðið sem að Sigurjón Kjartansson hefur gefið okkur leyfi til þess að nota hérna inn á milli og ég ætla að aðtúa Pétur, heyrðu í mér? Já, halló. Ertu þarna? Já, ég er hérna, já, en þú? Herðu, já, ég er hérna líka. Sem sagt, og við erum hérna. Birgitta Haugdal og Pétur Jón Sigfússon eru að lappa núna út á Miklabraut. Eru þið komin út á Miklabraut eða? Já, við erum á leiðinni, já, við erum eiginlega bara komin út á Miklabrautina. Ok, þá hérna... Ég og Birgitta og Víkingur Sonnurnar, hún heldur á honum, sko. Ok, fallegt. Þá er það bara sem sagt allir hlustendur sem að hlusta á FN95 Blöð núna. Þeir eru að Hang If You're Horny, eða ekki, Pétur? Jú, endilega, bara ekki hika við. Ef að fólk er á ferðinni eða á Miklabrautinu og... Er einhverju bílar þarna? Ég heyri ekki neinu bílum. Hvað þeir eru? Já. Þarna var einhver hólni. Ok. Einn kominn hérna, sko, hann var á leiðinni í áttina Grífi og við erum á réttri braut, er það ekki? Já, Miklabrautin, er eitthvað traffík eða? Þarna, já, traffík. Það er traffík. Og að koma eitt hólni í braut, annað hólni. Já. Hólni. Horny.
Þeir voru búin að skrúa niður rúðuna og öskruðu hérna. Já, það er stemming í þessu liði. Já, það er stemming. Birgitta, hvernig þetta digga þig? Þetta er geggjað. Já, fleiri maður. Alltaf vera vitlaust blöð. Þetta er dagskáliðurinn Honki fyrir horni. Þið eru að keyra niður Miklabrautuna og sjáuð Pétur Jóhann Sigfússon og Birgitta Haugdal saman. Þá er ég að flauta. Ég veit ekki. Já, þarna meira flaut. Það er mikið flauta hérna. Fólk er eitthvað smeykt við þetta kannski að því að við erum með það með lítið barn með okkur inn í Honki. Í dagskáliðunum Honki fyrir horni. Já, það er bara eitthvað fallegt við það. Ekki örvænta gott fólk. Þetta er sonur hennar Birgitta og hann er fullkomlega meðvitaður hvað er á seiði. Er það ekki vikingur? Sérðu, þarna maður, sælir! Það grínast. Mikið svakalega mikið af fólki, Birgitta. Já. Sem er, þú veist, að hugsa eitthvað skítu. Heldurðu það? Nei. Sérðu, Nei, þetta er bara, sérðu. Já. Heyrðu þetta? Það er mikið flauta. Já, þetta er mikið flauta hérna og greinilegt að það er stemning í liðinu. Já, flaut, sömulegis. Mikið, þarna fullt af, þetta er auði, heyrðu þetta? Já, þetta er liðurinn Honki fyrir horni og það er alltaf verið vitlaust að nota Miklubrautuna. Þetta er algjörlega með ólíkindum. Það er samt, ég viðurkenni, það er eitthvað sóðulegt við að vera í dagskáliðunum Honki fyrir horni og þetta er þú, Birgitta Haugdal og krakkinn hennar. Já, sérðu? Bara... Allir flautandi, en það er bara, þú veist, ekki vera að horfa á þetta neikvæði mögum. Nei, þetta er bara fallegt, ég er mjög ánægð með þetta. Já, mér telst til, ég er búinn að telja flautin. Já. Þau eru komin upp til 24 held ég. Ok, af hvað mörgum bílum, eru við með 50% nýtingu þannig? Alveg svakalega fáir á ferli, finnst mér. Ok. Þannig að þetta eru tangilega að sé allir bílarnir, sko, þeir eru búin að gera þetta. Þeim eru bara 24, sem er skrítið með að við tímasetningu, sko, maður haldið að væri fleiri þetta. Já, en hvernig er traffíkin þetta núna fyrir þá sem að, ef við tökum smá, sko, umferða, Pétur, er mikil traffík? Já, það er mikil já, þetta eru fleiri flautar. Daginn! Traffíkin er þannig að það er langbest. Ég myndi sleppa að fara hérna á Miklubrautina, ég myndi bara fara Gullinbrú. Já. Og Bústaðaveginn í kjölfara því. Taka Gullinbrúna og svo beint yfir Bústaðaveginn fyrir þá sem eru á leiðinni hvert. Já, yfir Bústaðaveginn og svo bara taka hérna tengikablan yfir Tryggvagötuna. Það er ennþá flauta hér. Já. Við Birgitta ætlum að fara... Sérðu maður? Já. Fullur bíla, kvennfólki og... Það er gaman þessu. Ég var ekki til orðið yfir þetta. Þetta er fallegt, þetta var dagskáliðin Honki fyrir horni. Já, við þökkum fyrir okkur, ég og Birgitta Haugdal og Víkingur frá Miklubrautinni. Ég beði að heilsa Birgittu. Það eru Birgitta beður að heilsa þér. Glæsilegt. Þá ætlum við að fá hérna Blasarokka og strákana í Rottweiler-hundunum. Þetta er Reykjavík Belfast. Já, Pétur. Já. Ertu þarna? Já, ég er hérna. Já, við vorum vist í beinni bara á það heyrist allt. Ég kann ekkert á þetta drastlinn, ég kann ekki á dækin þetta maður. Þannig að allt sem við vorum að ræða það var bara í beinni. Nei. Jó. Þetta var svo sem ekkert krassandi en sem betur fyrir vorum við ekki að ræða ekki eitthvað meira krassandi það. Hefur ekki að sleppa því þá? Jú, en ertu það? Ég er að tala við í beinni, viltu sigur þinn? Já, ég er að lesa þig. Já. Herðu? Já. Sko, hvað hérna? Sko, ég var að spája hvort ég ætti að taka lögguna hérna. Við náttúrulega ringdum í lögguna þann. Já. Áður fann með auglýsingar. Og förum svo að það sem þú ferð að hérna láta leita er bara beint á eftir. Viltu fela þig núna? Því að hérna, ég sagði nú samt ekkert í beinni hvar þú varst, sko. Já, þú gerir það ekki. Nei. Þannig að þú gætir falið þig núna og látið leita þér. Já. Ertu komin? Ok, en þeir sem að sko, við ætlum að fara núna í leik, ég held ég hef ekkert sagt í beinni hvar það myndi finna þig. Þannig að við ætlum að fara núna í leik sem að Pétur Jóhann Sigfússon er að fela sig hérna einhvers þar. Og þeir sem að finna Pétur Jóhann Sigfússon, þeir fá sjáurgel frá Silver sem að er stórkostlegt. Já. Og hvað er ekki, það er ekki til mikils að vinna að fá sjáurgeli? Ertu að spyrja mig? Já. Já, ég læt það nú vera. Ættur, Pétur. Sjáurgel, ég veit það ekki. Þetta er góð vinningur hérna, jú, við erum að gefa þetta inn á stöðinni, Pétur. Já, ok, ég bara, þú veist, ég miskildi því, því það er svo kallt, sko. Já, ok, þetta er fyrir fólk sem er að fara í sturtu, lúðin. Já. Já, þetta segir sér mjög gott. Ok, þetta er alveg frábær vara og ef þú ætlar að vera hreinn, þá er þetta gott. Ok, ég held ég sé ekki búin að gefa upp. Hvar ertu, hérna, verður ekki að gefa ykkur vísbendingar, svo fólk sem ætlar að reyna að finna þið viti hvar þú ert? Jú, ég er sko í Reykjavíkuborg. Já, ég held að það sé nokkuð gefið, sko.
Nei, hvað, akkur er það gefið? Nei, ok. Heyrðu, það er ekkert svona, sko, það er ég sem stjórna þessu. Ok, takk til. Nei, heyrðu, ég er í Reykjavíkurborg, ég er, sko... Veitu... Já, býtu, hvað... Ég er að hlaupa, eða svona, ég er að fela mig, sko. Það er eins og ég sé að hlusta á hlusta á Blair Witch Project. Veitu, ég sé þetta eitthvað þar, fældu þig bara. En sko, þú mátt ekki fela þig eitthvað, þú veist, ég held að sé enginn í umferðinni að bara fara að hoppa út úr bílnum og leita þér í trjám. Það er ekki að vera eitthvað stað svona... Jú, ég er, sko... Ok, ég meina, ég er nálægt, hvað heitir þetta, það sem að FM er? Já, þú ert nálægt Skaftahlíðinni? Já, nákvæmlega. Já. Það er svona fyrsta vísbending. Ok. Og Ég ætla að bæta inn, sá sem að Finnur Pétur Jóhann, hann fær bæði sjáargel frá Silver og fær líka fjölskyldu alias. Ég ætla aðeins á svona tjúsupinningin. Ok. Þannig að það er fjölskyldu alias í bóði líka, til mikils að vinna. Já. Nú, á ég að lýsa fyrir þig hvað ég sé? Já. Ég sé Skaftahlíðina, þar sem ég stend. Ok. Og ég sé hérna himininn og ég sé tré og það er silfurlitaður svona Cherokee að keyra. Já. Hann stoppaði á gatnamótum, svo heldur hann áfram. Ok. Hann er farin eitthvað, sko, þú veist, þannig að hann kannski skiptir ekki öllum máli. Það er ekki erfitt að finna það, Pétur? Nei, ekki ef að menn eru svona með glögt gert auga, sko. Nei, ok. Og ég er á bílastæði. Þannig að þú ert á bílastæði rétt, við hefum alveg getað fundið eitthvað svona aðeins frumlegri stað til að henda þér á, Pétur. En já, ok, þú ert á... Af hverju? Þú ert á bílastæði rétt í að vinnunniðinni. Ég er á bílastæði. Já. Og þetta bílastæði er svona... 10 til, já, ég myndi segja svona 25-30 skref frá Skaftahlíðinni. Já. Og það er blokk hérna. Ok. Já. Það er blokk hérna. Er einhver það er allt svo, það er allt svo þögult og eitthvað, er enginn í kringu þig? Er enginn að leita þér eins og það? Auðun Blöndal, ég er að fela mig. Já, ok. Hvernig viltu hvað? Þú veist, það þarf fólk þar að hafa fyrir þessu, þetta er sjáargel, maður. Já, og fjölskyldu alias. Já, og fjölskyldu alias. Þú rífur það ekkert að trjánum á tímum sem þessum. Nei, það er þetta hárrétt. Þannig að það er eins gott að láta fólk aðeins vinna fyrir þessu. Ok, já, þannig að þú veist. En mér finnst þetta skemmtilega leikur, eina sem var hugsa út í henni var enginn að leita þér. Sittum við það bara hérna til 6? Nei, það er bara, það er einhver að leita að mér. Ég sé til dæmis, sko, þú veist, núna til dæmis, sé ég bíla að vera að keyra þarna, sérðu, þarna er einhver með stefnuljós. Nú, ok, þannig að fólk er byrjað að leita þér. Hann er að beygja í snarvitlis átt. Sérðu, stoppar hann? Nei, þetta er, ok, hann er bara að finna stæði. Það er rétt í að við verðum að glæða til 6. Var bara að leita stæði þessu eða? Og nú ætla ég að gera leikinn auðveldari. Ég er komin út á götu, ég er komin út á gangstétt. Ok. Ég er bara að byrja að lappa hérna. Já. Niður götu. Hvernig þú lítur út og hvernig fötin þín eru og svona? Já, hvernig fötin mín eru? Já, hvernig úlpu ertu? Bara ég er í úlpu og hérna buxum og skóm. Lappandi hér og dæn. Ertu að leita mér? Ertu að leita mér? Þú eru að ná mér? Heyrðu, það er einn búinn að finna mig, en ég hljóp í burtu frá honum, hann er á hjóli. Hann kemur til með að eiga í bölluðu vandræði með hann á mig. Þú eru að hafa fyrir þessu sjáargel. Hjólaðarhungur. Nei, heyrðu, ég er trapp. Ég er fastur, nei, ég er komin inn í. Er hann eldað eða? Já, hann er eldað mig. Ok. Hjúkjöld maður, þetta var skelvelur leikur að enginn eldi, sko. Hvað segirðu? Gafst hann upp eða? Nei, býtu. Hvað segirðu? Ekki alltaf út allan bæ, sko. Nennir því ekki, hann verður að hafa fyrir þessu, ekki þið? Jó, þetta er alias og hérna sjáargel frá Silver. Alias og sjáargel. Já, ég er bara með í leiknum, sko. Já, herðu Pétur, áður en þetta verður lengst til leikur allra tími og ekki bara gefa honum þetta. Jú, ok. Herðu til hamingju, ég beði heilsónum, segja honum að koma þetta við vinnu.
Ok. Herru, hér handaði hotni ætlum við Pétur að lifa ykkur. Símtal sem tókum við fyrir dag þegar við hringdum í lögregluna. Það tengdist því að löggan í gær, þeir sem sagt, í gær eða fyrir þetta, hjálpuðu manni að fara í próf. Það var sem sagt maður sem var bensínlaus og lögreglan aðstofaði þannig að komst í prófin. Við Pétur ákveðum að tekka hvort þeir myndi aðstofa 2 menn sem voru að fara á prófloka jam, hvort löggan myndi hjálpa þeim mikið. Heyrum það eftir skammastund. FM 957 í samstarfi við Sambíóin kynna Mission Impossible Ghost Protocol. Ethan Hunt mættur aftur í 4. Mission Impossible myndinni. Okkur langar að bjóða þér á sérstaka heimsforsynningu miðvikudaginn 14. desember klukkan 20:30 í Sambíónum Eilsveit. Come back with our target. Or we don't come back. Við ætlum líka að gefa flottan varning sem tengist myndinni og einn heppinn vinningshafi getur nælt sér í snjóbrettaglerugu með innbyggðu GPS, hraðamæli og fleiru. Að verðmæti 80.000 krónur. Ekki missa af heimsforsynningu á Mission Impossible Ghost Protocol í Sambíónum Eilsveit. Operation's over before it even begins. FM 957. Sæl veriði, íslenska þjóð. Og takk þið sem þegar hafið tryggt ykkur miða á tónleika okkar bræðra í Bæjarbíói þann 16. desember næstkomandi. Nú svo komið að uppselt af þessa tónleika og því höfum við ákveðið að bæta við auka tónleikum klukkan 22 þetta sama kvöld. Ég legg til að þið farið inn á miði.is og tryggið ykkur miða. Nú ætlum við, Friðrik Dór og Jón Jónsson, beina leið á KFC. Verði okkur að góðu. FM 95 Blö í boði. Við hjálpum þér að brúa bilið jólin. 1 SMS í 1919. Kreti. I am lost, I am vain, I will never be the same without you. Já, þetta vinnur okkar Dave Guetta með lagið Without You. Pétur Jóhann Sigfússon mættur hérna aftur í stúdíó eða eftir einhvern skemmtilegasta útvarpsleik allra tíma. Hvað hefði þið gert, Pétur? Hefði þessi maður hérna sem var á hjóli og hefði lítið hann að gera. Hvað hefði þið gert að hann ekkert fara að leita að þeir? Hann bjargaði leiknum. Það má segja það, ég veist það. Ég hef byrjað svona pínu svita. Já, af því ég held sko aðan. Ég var næstu búin að segja, við vorum í beinni þegar ég var að tala við þið yfir lagið á hann. Þannig að þá var ég næstu búin að segja hvað þú væri. Sko, það vill nú brenna við hjá ykkur FM-strákunum. Já. Þið vilja alltaf að allt gerist strax. Lífið ekki þannig. Hjá okkur FM-strákunum? Já, það þarf alltaf að gera svo hratt. Fólk í samfélagi mannana lifir ekki svona hratt eins og þið. Við erum bara á venjulegum hraða. Ég er búin að vera eitt í mánuð, Pétur. Já, ég veit að ég var í útvarpi mörg ára. Ég veit alveg út á hvað þetta gengur. Þetta gengur út á það að vera organískur. Og þegar maður ætlar að vera organískur þá verður maður bara að slá í takt við þjóðasáluna, skilur. Og fólk er bara slagt. Menn eru bara slagi, jólin að koma og eitthvað svona. Menn, það var engin hlustandi að stressa sig. Býttu, hvað ætlar hann að klúðra þessum leik? Það var allir bara, vá, hvað þetta verður örugglega gaman þegar einhver finnur hann á lokum. Heyrðu, og ég leyfði mér til varnar að benda þér á eittuðum Blöndala þegar ég var að ganga með honum Guðjóni sem að vann þennan leik. Þegar ég var að ganga með honum hérna með reiðhjólið sitt hérna og svona. Hvernig hjóli var hann á? Það var á svaðalegu fjallahjóli með neldum dekkjum. Vel gert. Þegar við vorum að ganga hérna félagann tilbaka að þá fullt af bílum hérna með ég var búinn að finna þig. Nú, ok, þá prófum við þetta aftur. Alveg pottitt. Svo gefum við þessu leikannan séns. Ég myndi, og síðan sé ég þetta þannig fyrir mig sko að ég sé komin einhver staðar og þú alveg, ok, getur lýst hvað þú ert? Og ég er kannski á stað sem að gefur mér útsýni 360 gráður í kringur Reykjavík, yfir alla Reykjavík. Og þú alveg, já, ok, þú ert í turni þá. Já, ég veit það nú ekki hvort þetta er turn, þetta geti verið mastur, býtu, og eitthvað svona, skilur. Ok. Þannig sá ég þetta fyrir mér, ekki bara svona... Ég skilji. En ég get líka bara sleppt þessu og gert eitthvað annað. Nei, alls ekki. Það er ekkert maður. Herðu, við ætlum að fara hérna í annað. Ég held að það hefur ekki farið fram hjá mörgum að lögreglan bjargaði önninni fyrir einhverjum strák hérna úr háskólanum. Ég held að það hefur verið í gær frekarni fyrradag. Hann Snorri Guðjónsson segir að lögreglan hafi bjargað námsönnina hans í háskólanum því að hann sé á skítalaunum og var bensínlaus. Þú mátt alveg tala hægar, sko. Já, hann var á leiðinni í próf og hérna var bensínlaus. Og löggan kom og bjarga honum skuttla honum eftir bensinni og þannig að hann komst í prófin og ég og Pétur við fyrir í dag ákveða við að ringja í lögguna og svona aðtóa hvort það myndu sækja 2 strákar sem voru að fara að fá sér aðeins í tanna.
Skemmtilegt þá skuli minnast svona á þetta og Þú liggur Ég ligg í góðum lappir upp á borð og ég vil bara að fólk njóti þess að slaka bara á Já, en ef ekki heyra símtalið sett í lögguna? Jú, heyrum símtalið bara í... Eftir sækja 2 strákar sem voru á leiðin á djammið til að fagna prólogum Ok, gera Nei, Auðun Já, frábært lag hér með hljónstinni Creed Ég er með allt niður Þú ert með stilt á FM 95 Blöð Við ætlum að fara hér í frábært lag með Nei, ég ætla að setja hérna á löggu símtalið Lagið Dolphins Cry Tilbúin, löggan í dag Já, góðan og blessaðan daginn Góðan og blessaðan daginn Lögregluþjónstur, góðan dag Já, góðan og blessaðan daginn Herðu, ég ætla að spyrja hvort það væri möguleiki fyrir ykkur að skutla mér og heilaga mínum Skutla ykkur? Já, við erum að fagna þetta prólogum og erum inn í Hafnarfjörð og ætlum að reyna að komast Við ætlum að reyna að komast á Rauða Ljónið og við erum báðir búin að fá ykkur Já, þið er ekki sett að fara í áreiðandi prófi eða eitthvað svoleiðis Ekki í dag, nei Nei, veistu að við erum ekkert í einhverju svona skutli Nú, Nei, það er til eitthvað sem heitir leigubíl og strætó Já, ég veit sá nefnilega að þið voru búin að vera að skutla ykkur krökkum daginn Já, hann var, nei, við skutlum bara einum dreng og hann var í neyð, þannig að þið eru ekki í neyð. Við erum hérna 2 félagarnir og búin að fá okkur, sko. Já, það er ekki neyð hjá okkur, það? Já, við keyrum sjálfur og það myndi ég segja að væri nú ekki gott. Nei, það takk ég bara leigubíl. Ef þið eigið fyrir áfengi, þá eigið þið fyrir leigubíl eða strætó. Ætlaðu að skutla okkur, eða? Nei, því miður. Þá keyri ég þetta bara. Já, það er þitt bara. Já, það er meira þitt. Það er ekki mitt vandamál. Ef ég er búinn að beða hann að skutla hérna í góðu, hvort við erum ekki á sömu blaðsum, erum við ekki allir í góðu hérna? Við erum ekki í því að skutla drukknu fólki, við erum bara í því aðstofa fólk sem er í vandræðum. En við erum ekki búin að drekka mikið, sko. Nei, við erum ekki neinu vandræðum með það. Já, jú, með að komast nýr á Rauða Ljónið, sko, þar er allur hópurinn að hittast. Já, takk fyrir leigubíl. 5-8-8-1 er eitthvað. Ég er að fara í próf. Hæ? Ég er að fara í próf líka. Já, á Rauða Ljóninu? Já. Getur þú skutlað okkur í próf? Heyrðu, taktu strætó eða legó. Gangið vel, skemmtið vel. Hvað, það er skiptið að mála hvað sem Jón eða sér að Jón í þessu drasli hefur okkur. Heyrðu, þú ert ekki í neinni neyð. Ef þú ert í neyð, þá ringir 112. 112, byrju, ég vil að skrifa það. Hvað sagður þau? Þetta er orðið svolítið, þetta er ekki fyndi lengur hjá þér. Já. Þetta er orðið svolítið langsótt. Þú geimi. Það er vel með þig. Þú keirir bara, Keiti. Ég keiri þetta bara, ok. Ok, bless. Herðu, hún hló bara. Hún hló bara, það er ekki fyndi. En, ég finna, ok, þetta er greina, það er skuldla. En ég er mjög ánægð með að reyna að segja að það er að fara í próf. Þú varst búin að segja að það er að fara á fyllir í. Já, þú skrifaði það á miða fyrir mig. Takk fyrir það. Þú veist þetta leikstjóri í Blöndal. Já, ég veit það. En þú þurftir ekki að segja, þetta var góð hugmynd að segja að það er að fara í próf. Færi í töðunræðir að ég myndi breyta nafninu og fara alltaf að kalla það Eddie Blandon. Já, það verið viðbjörn. Þá er lag. Eddie Blandon hér með... Nonnabitið, best fyrir svanga. Núna er Chloe lukkulegur því nú fylgja lukkunúmer með öllum kókomjólkusexum. Þú gætir unnið iPad lestölvu, árskort í húsdýragarðin, gjafakort í útilíf, bíómiða, Chloa litabók og liti eða kassa af kókomjólk. Taktu þátt í jólaleik Chloa og þú getur haft heppnina með þér. Þú fær kraft úr kókomjólk. Ómjá! Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Allt sem þú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Jóla. Sko, ég er alls ekkert að segja að jólaandinn sé neitt betri en jólasveitin. Nei, alls ekki. Ég er bara með miklu flottara skegg. Svo er ég líka töluvert grennri. Jólaandinn er hjá Vodafone. Frábær jólatilboð og þú fær fjölskyldu aliaspilið í kaupæti með völdum farsímum á meðan byrðir endast. Þín ánægja er okkar markmið. Vodafone. Og meira tannaður. Höfum opið í Elko Lindum og Elko Skeifunni alla daga til klukkan 22 fram að jólum.
FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Þú opnar augun, ferð á stjá, inn í stofu margt að sjá. Jólatré, pakkafjöld, pabbi hvenær kemur kvöld. Hvít byggð, borgin hljóð. Já, þetta stórvinnur okkar Bubbi Mortens. Ég nú vikinn, þetta nú jólalag sem ég ekki heyrt áður. Þetta nýtt lag, ekki? Jó, þetta eitthvað splungu nýtt hjá gallinu maður. Glænýtt lag með Bubba Mortens og það var komið tími til þess að hann myndi reiðast inn á jólalagamarkaðin. Já, það var maður býður nú ennþá eftir, hann dætti alvarlegin á það markað. Svona eins og veist, jólagestir Björgvins, Frostrós sem ég veist vanta aðeins meira af jólatónleikum þetta ári. Já, þetta einhvern veginn bara, veist. Ok, segjum til dæmis... Hún jólin. Já, segjum og sett búna frá Bakalút. Já. Búna frá jólagestir Björgvins. Já. Búna frá Frostrósir. Já, ég búinn? Nei, ég að segja, segjum og það búinn. Var það ekki gaman að eiga eitthvað eftir? Skilurðu? Já. Svona fyrir þá sem að eiga ekkert nema penning. Jólatónleikar auðvitað blöð? Nei, eða bara jólatónleika Bubba? Já, jólatónleika Bubba. Já, ég get ekki haldið jólatónleika, Ég væri mikið til í að fara á jólatónleika auðvitað blöð. Nú? Verður ekki lágmarka með einhvern að syngja þér ætla að fara að halda jólatónleika? Ég meina, þú getur raðað þessu upp eins og, hann Björgvin Halldórs gerir þetta, Já. Þú veist að þetta bara jólagestir Björgvins. Já. Og hann svona, lætur líta út fyrir að Laugardalshöllin sé hans heimili. Já. Og menn sé að koma þarna í heimsókn. Já. Og taka góða slagara, skilur. Já, við skulum taka að bjóða velkomin næstan á svið góðan minn. Kristján Jóhannsson og þá kemur hann og takk fyrir þetta þegar hann búinn að taka lagið og það enda rétt ég þyrfti svo sem ekkert alltaf að vera að syngja sjálfur. Nei, nákvæmlega, Björki Halldórs tekur bara þú veist, ok, ég ætla að gefa honum kannski 4 lög. Já. Sjálfur tekur hann kannski 3-4 lög. Já. Restin allir hinir söngvararnir sem að koma sem gestir sem eru vinnandi, sem eru perlandi sveittir að syngja Já, ok. Og það veit allir með eitthvað á milli eyrnanna að Björki Halldórs býr ekkert þarna í Laugardalshöllinni Þetta setup Já, ég komst að því mjög snemma Ég búinn að fara á þessu tónleika. Ég sá í gegnum kvikindi bara strax Já, hann búi ekki þar. Hann býr ekkert, konan hans var ekkert þarna Nei, nú ekki hann reynda með börnin sín alltaf. Já, jú, hann kom, droppaði við. En ég minna maður sá alveg að hann var ekkert heima á þessum maðurinn. Ég hefði verið til í þætti. Já, ég hefði verið til í þætti á sínum tíma sem hétu The Bows. Svona raunveruleika sjónvarp. Já, The B.O.s. Já, Björgvin Halldórs og fjölskyldu hans. En þá hefði bæði Svala og Björgvin Halldórsson, og Krummi þurfti að flytja aftur heim svo að væri svona eitthvað fút í þessu. Já. Þú veist, eins og The Kardashians og svona. Ég myndi að fá að fylgjast með þessari fjölskyldu. Ég held að það er mjög áhugavert. Jói Feller, heima á sér. Viltu fá svona þætti mjög á fel? Já, mér finnst hann að taka þessa þætti lengra, Hann með hundana alltaf hann í kringu sig. Hann sé konun hans í mýflugumynd. Já, hún má koma sterkar inn í þessa þætti, finnst. Já, ég fæði tilfengu þegar ég horfa á Jóa Fela, hann sé alltaf ástu mín. Ég er að fara að taka upp verðin í herbyggi og hvað, má ég ekki fá mig kaffi? Nei, nú er ég að fara að baka ástu mín og eitthvað svona. Ég myndi vilja skiknast meira á bakvið. Já, svo fara með kameruna. Ég veit á, einn uppáhaldsþáttur minn hjá Jóa Fel var þegar hann fór á veiðar með syni sínum. Það var stórkostlegt. Tengja strákin með inn. Tengja strákin inn. Fólki í götunni, Já, líka bara, þetta er bara fínasta hugmyndi. Þetta er eitthvað sem við maður skjóta á Stöð 2 að þeim megi byrja að taka fleiri í kringum Jóa Fel inn í þess að þetta. Já, ekki spurning. En herðu, Tom Cruise, Pétur, hann er að gæla við að gera Top Gun 2. Já. Það er svona framhaldsmynd sem að, persónulega, ég var alveg til að sjá. Maður myndi frá Top Gun 2. Já, það myndi ég gera. Býta á hann að leika aftur, mann. Eða þú veist, hlutverkið. Já, það er allt í lagi. Menn er í, hann var flughermaður, þú veist alveg öllum eldri það er þetta ekki. Þú veist, það er ekki svona... Flughermaður? Já, hann var ekki að leika einhvern úrling. Nei, en ég meina, þú veist, þetta úr til flughernum þá hættur bara 42 ára. Hann reynda lítið út. Flýgur ekkert orðustu þóttu 45 ára gamall, Akkur? Bara út orðun og gamallega, Er það málið það? Þetta er bara eins og handboltinn. Já, ok. Nei, ég veit það ekki. Ég segi bara svona, ég er að reyna að hljóma bara eins og ég veit allt. Já, en ég fór að hugsa svona hvaða framhaldsmyndi myndi maður vilja sjá? Fyrirgefðu þetta, ég bara tekja þetta aftur. Ekkert mál, en ef þú mætti velja framhaldsmynd af hvaða mynd sem er í heiminum, hvaða mynd myndir þú vilja sjá sem er ekki komin út? Mr. Nanny.
Mr. Nanny með Hulk Hogan Það minn sem ég væri til að sjá bara all over again, aftur og aftur mannst eftir, hefur séð hana? Þú voru ekki, nú ert það fýrlagt hérna, sko. Nei. Viltu sjá Mr. Nanny 2? Já, Mr. Nanny 2, 4, 5, 6, 8, 10 og 12 maður. Já, ok. Ég var að hugsa múið eins og Dumb and Dumber eða eitthvað svona. Nei, það krap maður. Ok, Mr. Nanny 2. Hefur séð Mr. Nanny, nei, ok, það getur vel úr, hefur séð hana? Hefur séð Mr. Nanny? Já, með Hulk Hogan. Ég sá kannski fyrsta hálftíman hann, ég hefði ekki áhuga að horfa mikið meira. Hvernig horfir ekki á myndina áður en á að ferða? Þetta gæða mynd, sko. Já, ég skal teka betur á henni. Ekki bara út af Hulk Hogan, náttúrulega frábær í henni. En það atriðarna sem algjör snilt, maður. Það svona í liftingarsal. Já. Og það búið að tengja græjurnar, svona liftingarsalu, sko. Já. Það búið að tengja græjurnar, þannig að það eru fjárstýrðar. Svo Hulk Hogan að lifta maður og liftingargræjurnar fara allar á. Þetta fáránlegt. Er þetta alveg atriði sem þú lýsa sem stórkostlegu atriði? Þetta bara, já. Hvað er sagan búið? Finnst ekki fyndið að maður eru í liftingarsal og alla græjarnir og fjárstýrar og litlu krakkarnir eru með svona Það er stórkostlegt. Ég hlakka því til að sjá hana. Ég veit hvað, ætlum við ekki að tala saman Jólamynd maður, Mr. Nanny the Christmas Santa, eitthvað svona Jólamynd með Hulk Hogan. Veist hvað það lag heitir? Mr. Know-It-All. Hárið. Hún byrjaði í lagið að segja hvað það heitir. Já, það er eitthvað með hana Kelly Clarkson. Ég held að hún ætti að reyna að vera sem oftast á föstu því að öll lögin hennar fjalla einhvern veginn sambandsslit, þannig að ég held hún nærist svolítið á því. Já, ég meina menn verða að finna sér sitt dóp í lífinu, sko. Já, ég vona bara hún sé komið nýjan kærasta því að þá geti komið einhver sterk plata frá næstunni. Ef þú hugsaði líka út í það, þá er ekkert bara Kelly Clarkson. Sér eins og til dæmis Alanis Morissette. Öll platan hennar gekk út á það og hún var í hætt með gaurnum. Ég hef ekki hlustað á plötuna hennar, Alanis Morissette. Ok, en Adele, það gengur líka allt út af bara Someone Like You og þú veist, Rolling in the Deep og eitthvað svona. Það er svo langt síðan að heyrði þessa plötu, sko. Já, en þetta virðist henda þessum stúlkum að... En ert þú að gera? Ertu með plötur bara? Hlusta á plötur? Alltaf skella þessar plötu á? Nei, þetta er bara lög sem ég heyr útvarpinu, sko. Já, ég er ekki að stúdera þetta, sko. Nei, þú ert ekki að stúdera þetta. En við ætlum að fara hér í ágæta, skemmtilega dagskrálið sem felur það í sér að ég ætla svona að rýna svolítið í líf fólksins. Já, býttu, hvað varst það sem þú varst að segja? Varst það að stúdera tölur? Já, ég er að stúdera tölur og farin að kynna mér svona talnaspeki. Ok. Og þetta felur einfallega það í sér að hlustendur þurfa að ringja hér inn í 511-0957 og ég ætla svolítið að rýna í þá. Já, ok. Sjá fyrir mig svona kannski næstu viku eða 2 hjá þeim. Já, ég ætla svona áður en ég gleymi þá ætla að minna líka á hverjum klukkutíma núna. En til 9 í kvöld þá er hægt að fara inn á aha.is og kaupa sér flug til Barcelona á 29.900 fram og tilbaka. Bittu nú við, hvað sagðir þú? Ef þú ferð inn á aha.is Take on me, take on me. Þá getur þú fengið flug til Barcelona á 29.900 krónur. Já. Þannig að fram og tilbaka. Þetta er frábært. Þá getur farið og hitt Birgitta Haugdal. Já. Herri, ég ætla líka að gefa 2 diska með henni, Straumar. En ok, þú gera það kannski núna á? Nei, þú vildir hvað? Rýna í hlustendur. Það er frábært í þér maður, ég er að fara inn tölvotni og þú segir bara rétt áður, já, ég ætla að gefa henni 2 diska. Nú er fólk bara, já, ég ætla að fá disk með Birgitta Haugdal. En viltu ekki rýna í? Nei takk. En að gefa þeim sem við erum að fara að rýna í disk þegar þú ert búin að rýna í hann. Ok. Það er ekki bara samtlik. Saminum þetta. Herru, þá er Pétur Jón alltaf rýna í hlustendur. Ég svakalega náður að berga þig fyrir hothattamaður. FN9 með blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað heitir þú, frú mig góð? Ég heiti Elvar. Pétur. Ég er ekki stelpa. Nei, ég klúðraði þessu fyrirgefðu. Pétur er vittlisingur. Ekki hlusta á Pétur. Þetta er bara... Sorry, Elvar. Það er sama kom fyrir ég og Ásbjörns. Elvar. Já. Sorry, gamli maður, fyrirgefðu. Aldrei vinna. Já, Pétur er fullur, ekki hlusta á hann. Ætlar að leggja á mig? Nei. Nei, maður, þú veist, ég er nýbyrjaður í útvarpið, þú erfir þetta ekkert við mig. Nei. Nei, nákvæmlega maður. Elvar, hvað ertu gamall? Ég er 12 ára. Þú ert 12 ára, hvernig ertu fættur? Ég er fættur 1999, 2. júlí. Það er 0207 199, já. Elvar? Já. Ég með ánægulega fréttir fyrir þig. Hvað? Sko, þú ert ungu drengur sem að einblínir á gleði, ánægju, birtu og bjartsýni. Já. Svo sé ég hérna að þú ert fættur 1999 og það er, þar eru með 1. Það er 1, skilurðu, Ásinni leiðtoginn, hann táknar sjálfstæði og stöðuleika.
Og það ofboðslega mikilvægt, Elvar, fyrir þig að finna þér sjálfstæði í eigin tilfinningu og í dag áttu bara að leyfa þeim að fljóta. Þú ert að tala við 12 ára barn, Pétur. Segðu bara þú hefur gaman að leika eða eitthvað. Ég með hérna tölu. Elvar, finnst þér ekki gaman? Jú. Já, ok. Þannig að þú Ásinn líka ábyrgur. Ok. Þannig að þú verður svolítið að taka utan á það, Elvar, að hann ábyrgur og þá þetta alltaf mikilvægt að halda sér höndum og spara og laga það sem hægt að laga og svo þurfum ekki að eyða orku í áhyggjur. Ok. Ok, Elvar, ég ætla líka að gefa þér disk hérna með Birgittu Haugdal sem heitir Straumar. Ok. Þannig að þú gefum bara hérna upp í Skaftalíð á morgun og sækir hann upp í 365. Takk fyrir þetta, Elvar. Takk fyrir þetta. Ég var til dæmis ekki búinn út í. Nei, ég ætla að taka þetta næsta lista. Þú byrjar að segja frú mín góð reyngin eitthvað, það veistu, þú þurftu bara að þetta á þetta. Það er mikið lúði. En við gáum Elvari Strauma með Birgittu. Ok, ertu tilbúið? Nei. Það er komað næstu hlustandi. Ok. Þú verður að opna þetta. Efni með blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Þetta er maðurinn alveg að missa sig hérna. Hann var að skýta á sig hérna. Já. Herru, núna getur held ég sagt frú mín góð, Pétur. Já, góðan daginn. Já, sæl og blessu. Sæl og blessu, ég heiti Pétur Jóhann. Hvað heitir þú, frú mín góð? Ég heit Dagný. Þú heitir Dagný, fyrirgeðu þetta, ég fekk láturskastina. Dagný, ok. Hvenær ertu fædd, Dagný? Herðu, á því góða ári 74. 74, já, það er rosa gott ár. Og hvenær ertu, hvaða dag ertu fædd? 31. maí. 31.05, já, þetta er svakalega góða tölu. Við erum með 1 og 3, sem er sko fjarkinn. Ef þú tekur 1 og 3 og leggur það sama, þá færðu hvað? 4, ekki? Mitt fjarkinn krefst stöðuleika og leggur áherslu á að fólk haldi að sér höndum. Ok. Og þú hefur oft talað föstudagi 13, ekki? Jú, Já, þú ert sko akkurat öfugt, skilur mig. Þú ert í rauninni 13 öfugt. Ok. Og mér persónulega finnst föstudagurinn 13 yndislegu dagur og líka 31. Já, ég ekki alveg verið sammála því. Nákvæmlega, Dagný, sólinn skín í heiði og hvað ætti að geta að fara úrskeiðis? Skilur, Dagný, ef þú stimplar að inn í höfuð á þér að dagurinn verði óheilladagur, þú veist, þá vitum við hvernig það fer. Þetta er allt bundið í hugan, Dagný. Já. Þetta er sem þú ert að læra, Pétur. Þetta er það sem ég er að læra, já. Í þessari talnarspekiðinni. Já. En, Dagný, ertu sátt við mig? Ég er mjög sátt. Flott, yndislegt. Heyrðu, við ætlum að gefa þér hérna disk. Þannig að þú bara horfir bjart fram á veginn og jólin er að koma og allt það, manstu. Gerir maður það ekki alltaf? Jú, maður gerir það alltaf, sko. Dagný, hvers dóttir ertu? Arnars. Já. Herru, þú átt hérna Straumar með Birgittu Haugdal. Þú sækir bara upp í 365 á morgun. Ok, takk að þetta. Dagný, þetta er nú engin tilviljun að fá diskinn Straumar. Nei, nákvæmlega. Það er svolítið tenging hérna. Það er pínutenging, sko. Já, það er hvað hringi líka. Já, takk fyrir að ringja, Dagný. Takk fyrir leiðis. Ok, bara, herri Pétur, á ég að taka inn annan hlust á það eða? Hvað? Finnst þetta leðilegt? Alls ekki, ég var að taka inn hérna enn. Já. Ok, tökum inn að síðast. Þetta er talnarspeiki Péturs, þetta er eitthvað sem var að læra í sumar. Ég hef aldrei heyrt hann aðeins bull á F9 lög á daginn. Halló. Já, góðan og blessaðan daginn. Hæ. Hvað heitir þú með leyfi? Anita. Anita, já. Fallegt nafn. Hvenær er þú fædd, Anita? 1998. 1998, já. Ó, það er svo fallega tölur hér, 1998. Og hvaða dagsetning er á því hjá þér? 18. júli. 18. júli, já. Sko, það er 18 og við erum hérna með 7. Sko, Dagný, það er, Dagný, ég ruglaðist fyrirgeðu, Anita. Sko, það er svolítið bundið í okkar menningu, sko, hvernig við hugsum. Þú veist, hefur þú farið í andaglas? Nei. Nei, það er svona, hvílir yfir því einhvern veginn svona svolítið neikvæð orka, skilur. Það er búið að gera það einhvern veginn svona svart, þannig að það er bara vondir andar sem það byrtast. En það er alls ekki þannig. Eina sem fólk á að gera núna til dæmis er bara á miða við þristin. Ég held að þú er að fara að tala eitthvað hvernig fólki væri, Pétur. Já. Ég held að þú er að fara að segja henni hvernig típum væri og eitthvað svona. Er ég ekki að því? Þú ert bara að tala andaglas og eitthvað bull. Heyrðu, ef þú tekur tölurnar hennar, hún er með 8 á 1. Já. Svo er hún fætt hérna í 7. mánuði ársins, sem í júli. Og hún er með 8 á 1. Og það eru 9. Já, svo spurði hann hvort hún að fyrir andaglas. Hingraðu aðeins, veit ég er að koma að þessu. Okay. Svo tekur þú 7 og ef þú tekur 7 og 9, þá færðu þú 2, ef þú mínus á 7 frá 9. Okay. Og hvar eru þá stattir þetta?
Ég er bara í februar, ekki? Nei, ég er búinn að kynna mér þetta. Við erum stattir á góðum stað, Anita. Já. Við erum stödd á góðum stað. Af því að þú ert 1998 árgerð. Þar ertu með 2 9 hérna í þeirri, svo ertu með aðra 9, þau tekur 7 frá mannstöðu eins og ég var að segja við þig. Já. Þannig að þetta er, þú veist, við erum komin á ásinn sem er leiðtoginn. Sjálfstæða stöðulíki. Manstu? Anita, við langar að nota tækifærið og óskaði til hamingju. Þú varst að vinna þér inn disk hérna hjá okkur. Hvert á að senda hann? Hún sækir hann upp í 365 á morgun. Hún sækir hann, já, þú sækir hann hingað til okkar. Þetta er yndislegur diskur með henni Birgittu Haugdal sem heitir Samstaða. Hann heitir Straumar. Straumar, fyrirgeðu. Já. Hann heitir... Takk fyrir að hringja, Anita. Nei, þurfum við ekki að taka upplýsingar hjá hann? Ég er með það allt. Anita, takk fyrir að hringja. Ok, bye. Takk fyrir. Já. Herðu, þetta var talnahotnið í FM 95 blöð. Af hverju líður mér auðvitað eins og þú sért bara eitthvað bara að fríka út á stressið. Alls ekki. Við erum alveg, þetta eru jólin að koma. Ég veit að, herru, veistu að ég er svo 0 stressaður. Mér skal alveg lofa því. Fólk ok, við frekar að fara hérna bara í eitthvað bara... Nei, ég held bara, sko, þú sagði mér að þú væri búin að læra eitthvað að talnaspeki sumar. Já. Þá held ég að þú myndi geta sagt fólkinu, ok, ertu þessi tíma. Þú byrjaði bara að tala um föstudaginn 13. og andaglas og eitthvað. Nei, ég byrjaði... Það geta allir sagt ég var að tala um andstæðuna við 31, það er 13. Já, ok. Ef þú tekur 13 og speglar hana, skilur. Ertu Dodri aðdáandi? Aldrei. Hæ? Jú, í dag, já, Það má ekki tala Dodri? Jú, ég er búinn að bíða eftir Dodri, ég ætla það. Hvernig ætlar að spila Deepest Mode? Það er henni lok þáttar. FM 957 í Skautahöllinni Laugardal föstudaginn 16. desember frá 17 til 19:30. Komdu og upplifðu sannkallaða jólastemmingu með okkur í Skautahöllinni Laugardal. Heitt súkkulaði frá Nóa Sirius og ballerína keks fyrir alla gesti og að sjálfsögðu mætir í jólasveitnin með pokan sinn. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Skautaðu með okkur í kringum jólatrið næstkomandi föstudag. FM 957, Nóa Sirius og ballerína keks. Gleðileg jól. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Joe Boxers, gjafabréf frá tískuversluninni Saints Kringlunni og Saints Smáralind, bókina Ripley's Ótrúlegt en satt, ekki fyrir viðkvæma, frá Sögum útgáfu, gjafaskja frá Maybelline snirtivörum, DFD-myndir frá Samfilm og inneignir á filma.is. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pittmóla frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Hvað eigum við að gefa Jóa í 30-afmælisgjöf? Hefðu, hann er svo mikill adrenalínfíkill. Eigum við ekki bara að gefa honum adrenalín óskaskring? Hann getur þá valið sjálfur klifur eða köfun eða bara það sem hún líst best af. Já, það er frábær hugmynd. Óskaskrín er ný leið til að gefa tækifærisgjafir. Gefðu upplifun í öskju. Óskaskrín.is. Ístertur, ístertur, ístertur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Kalkunabátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. 25 ára afmælisleikur Lotto. 25 glæsilegir aukavinningar í desember. 1 milljón fyrir hvert ár þegar þú kaupir 10 raðir í Lotto eða Víkingalotto eða ert í áskrift. Lifðu þér smá afmælis Lotto. Á Korputorgi er allt á einum stað og á betra verði. Opið til klukkan 6:30 í kvöld. Korputorg, meira úrval, betra verð. iPhone 4S frá 144.990. Kíkt í Makland og nældu þér rétt kvikindi. Makland, klappastíg 30, makland.is. Velkomin í heim hátækni. Sjónvörp, tölvur, heimabíó, hljómflutningstæki, farsímar og fullt af skemmtilegu dóti. Og það eru alltaf einhver tilboð í gangi. Velkomin í heim hátækni. Ármúla 26. Jón og Óskar, 40 ára. Sérvaldir 40 púnta demantar á sérstökum afmæliskjörum nú í desember. Jón og Óskar. Laugavegi, Kringlunni og Smáralind. Gjafakorti Bláfjöll er frábær jólagjöf. Vetrarkort á tilboðsverði aðeins í desember. Skíðasvæði.is. Einfaldlega allt til jólana, allan sólarhringinn í Hagkaup Garðabæ. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Guarda la luna, guarda
Guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. La Luna, ekta ítalsku veitingastaður, Rauðarárstíg 37. Í kvöld Party Bingo á Simsen. Já, ég sagði Party Bingo. Fullt af vinningum sem selja þostan og þú getur einnig unnið ferð til Evrópu. Túborg og Simsen. Fender kassa og rafmagnslítarpakkar. Þú getur treyst á Fender. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Hljóðfarahúsið.is. Ert þú í vafa hvað átt að gefa í jólagjöf? Gefðu skemmtilega gjöf. Gefðu gjafabréf á English Pub og þú fær viniðina til að brosa. English Pub, Reykjavík og Hafnarfirði. Dílar.is í dag. Konunglegur hambúrgari með frönskum og bjór eða gósi hjá Kónginum Sportbar á aðeins 990 í stað 2250. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Kaffi Akureyri kynnir. 50dagskvöld. Mið Ísland. Finnasta uppistand ever. Ekki missa af þessu. Matti Matt trúppar á eftir. Kaffi Akureyri. FM 95 Blö í boði. Smálán Kredía hjálpa þér að brúa bilið. Láttu eftir þér, 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Já, fyrir ykkur sem voru ekki búin að átta ykkur á því þá það að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og þetta já, Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon, enda miðvikudagur. Já. Það miðvikudagur, já. Þannig að það þýðir aðeins að ég búinn að vera hérna með þér í dag. Já, þú ert búinn að vera með mér í dag, það er hár rétt til þér. Já, og klukkan að detta í. Já, og klukkan að vera 6, þannig að við erum að ljúka okkar vakt hérna strákarnir. Hver allar að taka við okkur? Herðu, Rikki G. Blettur. Rikki G. Blettur? Já, hann hérna á leiðinni í stúdíóið. Af hverju er hann ekki mættur? Ég veit það ekki, það er eitthvað kærleiks í honum. Er þetta bara maður sem mæti bara og spjallar eitthvað, eða þú veist, hann ekkert á undirbúa sinni sérstaklega? Jó, ætla hans ekki bara heima á undirbúa sig. Úff, heima á sér? Já, eða bara í bílnum, ég veit það ekki. Kannski er hann að vesla jólagjafir. Ertu búinn að vesla allar jólagjafir, Pétur? Já, nei. Nei? Nei. Ég er ekki búinn að því, sko. Nei, ok, er komið jólaskap í þig? Já, það er ekki lust við það, sko. Já. Ég er svona... Hvað viltu í jólagjöf? Hvað myndi ég vilja í jólagjöf? Hvað langar í jólagjöf? Þetta er bara snúin spurning, maður. Ok. Ég var til í snjóslega. Já, það er... Svona vélslega. Já, og er það vonast þetta því frá konunni eða frá mömmuðin og pappa eða? Bara frá öllu liðinu, maður. Allir að slá saman í snjóslega, þetta gallir. Það var eitthvað fallið gjöf. Já, og sleðakerru líka, sko. Ég nenni að vera að hafa sleðakerru. Nei, ég veit ekki, ég væri nú til í bara... Ger þetta hann? Já, þetta er ekki ég. Nó, já, það er ánægilegt að menn hafi séð sig fært að mæta hann. Hann er mættur hérna í stúdíu. Já, hann mætir alltaf á réttum tíma, ekki? Já, og ég undirbý mig alltaf heima. Já, hann er búinn að undirbúa sig heima. Hann er vel stundvís. Nei, ég veit ekki alveg hvað ég væri til í jólagjöf. Bara, þú veist, ég er bara opinn fyrir öllu, sko. En þú sjálf? Ert þú ekki búinn að fá stærstu jólagjöfuna? Nýfættur sonuðinn? Jú, það var stærsta jólagjöfun. Það ekki? Jú, takk fyrir að minna mig á það og bjarga mínu megin afturenda. Talandi afturenda, þú veist að náttúrulega nú fólk búið að setja út í skóinn. Já. Já, sko, Rikki G. setti, ég bara setja flestir svona strákar skóinn út í glugga núna á þessum tímum. Já. Sko, Rikki G. setti alltaf út í glugga. Nei. Rassinn á sér. Nei. Nei, ég segi svona. Þetta er svo daburt, ég sá þetta í gerð á Facebook. Þetta er skelvilegt. Ég reyndar þegar ég las þetta á Facebook í gerð, þá fannst mér þetta heldur fyndið. Já. Að það var einhver að skjóta vinsinn sem sagði hann alltaf að setja bara rassinn á sér út í glugga. En svo fann ég það núna þegar ég sagði þetta er ekki fyndið. Jó. Hvað vil ég í jólagjöf? Já. Herðu, ég væri til í, það er enda mjög erfitt að gefa mig jólagjöf, sko. Já, en ég hugsa, það sem er eiginlega alltaf best er bara, góð rakspíl eða eitthvað bara. Já, en hver ætti svo sem að gefa það jólagjöf? Bara mamma þín? Já, mamma og pabbi og... Og ekkert margar kærustur það? Áttu margar? Nei. Nei, ég meina, eða þú veist, áttu, eina? Hæ? Áttu eina kærustu? Herru, ég ætla að spila fyrir Depeche Mode, eða ekki? Ég fyrirgefðu, ég ætlaði ekki að fara inn á þessar brautir. Já, er bara leifilegt, má spila Depeche Mode hérna. Herru, við með, sko... Þátturinn milli 4 og 6, heitir FM 95 Blö. Já, þá stjórnar þú. Já, menn ef að Pétur Jóhann Sigfússon er gestastjórnum þá bara spilum við þínu upp á hljómsveit. Hvað hefur farið oft á tónleika með Depeche Mode? Þrisvar? Já. Alltaf gaman? Fáránlega gaman. Hvort á þetta maður? Hvort myndur þú frekar vilja fara á Depeche Mode tónleika eða fara á Formule 1? Ég get ekki valið. Þetta er bara eins og að velja Gary Busey
Steven Seagal. Herðu, það búið að sannur heyrar með í dag, Pétur. Við sjáumst næsta miðvikudag. Ég minn alla á þáttinn á morgun því að þá verður nýtt jólalag flutt í FM 95 Blöð og það er jólalag FM 95 Blöð. Vá. Það er ekki lóknar það. Heyrast á morgun. Rikki G hér á eftir. Kemur óvart Pétur Jón Sigfússon með góðan tónlistarsmekk. Það er ekki amalegt að byrja þáttinn sinn á Deepest Mode, Enjoy the Silence. Eitt af flottustu lögum að mínum mati sem gerð hafa verið og Pétur Jón greinilega sammála með því. Sérstakt óskalag fyrir hann frábær þátturinn hjá FM 95 Blöð í dag og hann fer í heilsinni inn á vísir.is hér bara svona næstu 20 mínútum eða svo. Annars ætlum við að hendast í smá skilabóð og svo byrjar Pétur blandan. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Höfum opið í Elko Lindum og Elko Skeifunni. Kynir nýjan bát sem mun slá í gegn. Barbecue grísasamloku. Subway, alltaf fest. Takeaway tilboð La Luna. 2 12-tómur af matseli og 2 lítrar af Pepsi. Aðeins 2.990 krónur. La Luna Trattoria Pizzeria. Rauðarastíg 37. Snjallsímar á jólatilboði með brakinu eftir Yrsu Sigurðardóttur á hljóðbók og mánaðar áskrift af milljónum laga á tónlist.is. Þú færð jólapakkan hjá símanum. Öll kvöld til klukkan 10 fram að jólum í Smára. Kaffi Akureyri kynnir 50-dagskvöld Mið Ísland Finnasta uppistand ever Ekki missa af þessu Matti Matt trúppar á eftir Kaffi Akureyri Naturfrisk Engifjöröl Gleðilegur jóladrykkur Eitt SMS í 1917 Hraðpenningar. Nú eru 2 Subway staðir á Akureyri og 20 á Íslandi. Subway, 20 staðir á Íslandi. Alltaf jólin hjá þeir sem eru í bjölluskóm. Ding, ding, dong! Þú kemst í samband við jólaandan hjá Vodafone. Farsímar á frábæru tilboði og fjölskyldu aliaspilið fylgir völdum tækjum á meðan byrðir endast. Þín ánægja er okkar. Opið í Elko Lindum og Elko Skeifunni alla daga til klukkan 22 fram að jólum. Viltu ná betri árangri í lífinu og vera framúrskarandi? Sýndu þá frumkvæði og komdu á kynningafund Dale Carnegie fyrir ungt fólk á aldrinum 10 til 25 ára. Fundurinn fer fram annað kvöld klukkan 19 fyrir 10 til 15 ára og klukkan 20 fyrir 16 til 25 ára í húsakynnum Dale Carnegie Ármúla 11. Vertu jákvæður, öðlastu sjálfstraust, næstakynslóð.is. Það er ógeðislega fyndið þegar að mamma lendir á fullorðinsspjaldi og þarf að lesa eins og vélmenni. Fjölskyldu alias, það er fjölskylduna til að tala saman. Fjölskyldu alias, æst í Hagkaup. Kaffi Akureyri kynnir 50-dagskvöld Mið Ísland Finnasta uppistand ever Ekki missa af þessu Matti Matt trúppar á eftir Kaffi Akureyri FM 95 Blöð